geðveikt. Mér finnst það vanmetinn MC sko. Þú veist, fyrsta lagi þarna sem svona smá Trey Songz, Chris Brown feelingur. Parked the car right inside the club, And as I jump out the ride, I know the bouncer, I don't need to wait in line, no, I'm right inside. En ég vil heyra meira á hann frá íslensku. Mér finnst það vera að droppa mjög góðu stöffi sko. Þetta veist, ég veit það ekki. Þetta var bara eitthvað vantaði nafn, þetta kom upp og bara let's do it sko. Og þú veist, ég alveg með fleiri nöfn sko. Ég laði Dan hefur verið líka sko. DJ Danny Drop Top. En nei, ég ætla ekki að nota það. En Deluxe, þetta bara hljómar ágætlega, skilju. Síðan eru til einhverjum Danny Deluxe, Danny Deluxe, sjá einhvern gaur í X-Factor í í Danmörku sem hét eitthvað Danny Deluxe og var með eitthvað eldgleipi sko. Þannig að þú veist, það einhver Danny Deluxe í öllum löndum í heiminum með því sko. Ég alltaf, ég var að náður daginn ég keypti mér daginn Logic og alveg, þú veist, alltaf með fullt af beats. Ég á svona 7000 beats sem mikið trash sko, en eitthvað gæti ég tjekka á. En nei, ég ekki alveg að gera það, en ég alltaf á leiðin að gera það. Það bara þegar að, þú veist, maður að pródúsa og tæknir orðinu of too hot, skilur, too lit, þá verður maður að vera í góðum hönskum. Eitt símtal, 3 bílar, dýr í rekstri eins og 3 bílar. Þetta var eitthvað gamalt saying þegar maður var í svona 9. bekk. Þá heyrði maður þegar menn voru í ykkur bífi sko. Það var bara eitt símtal og koma 3 bílar skilur. Þannig að þetta bara, þú veist það og síðan náttúrulega, þú veist, verið að tala að vera dýr í rekstri, þú veist, það mjög dýrt að eiga 3 bíla. Það dýrt að eiga 1 sko. Íslenski, þú veist, það þú veist, ég veit ekki, eins og ég var að hugsa daginn, ég var að hlusta á Joey Cypher. Ég get ekki ennþá valið mér hver bestur í því lagi. Óvarð að mér finn danast, vinir mínir stundar glæp, þið ættuð ekki að vera að fá okkur. Ég ungur fucking báskinn. Þú veist, alltaf Aron þú veist, the prince of Icelandic rap game sko, hann bara getur gett allt, skilur. Þú veist, Birnir með einhvern veginn svona unorthodox stíl, skilur, sem ég fíla. Þú veist, Herra Nesmir náttúrulega bara, ef þú vilt taka tæknilega besti rappari, þá myndi ég segja að Herra Nesmir væri hana, skilur. Og síðan náttúrulega Joey náttúrulega með svona einhvern ad-lib stíl og svona einhvern veginn bara svona þægilega stíl sem ég fíla. Þannig að ég og áreynslulausan stíl, skilur. Síðan náttúrulega fullt af öðrum góðum, skilur, en svona ég get eiginlega ekki vala, bara svona, þú veist, mér finnst þessir gaurar að vera allir mjög nettir og síðan alltaf fullt af fleiri gaurir sem að gera tilkall, sko. Akkurat. 5 lög. Ég valdi þarna lag sem komið út í fyrra, Meek Mill, Chris Brown, sem algjör thug R&B lag, sem bara, ég veit ekki, feel some type of way þegar ég hlustaði í bílum, sko. As long as you wrap your arms around me. Drop Top in the Rain með Ty Dolla $ign og Tory Lanez, Beach House 3. Dýrka Ty Dolla $ign, dýrka Tory Lanez, Beach House, alla diskana. Ég hef getað valið fullt af lögum, Drop Top in the Rain svona sem hlusta núna. Drop top in the rain. Whoa, whoa. Drop top in the rain. Whoa, whoa. Never Played Me, Party Next Door, geðveikt lag. Bara Party Next Door í lagasmíðum á okkur besta leveli. Whoa, you seem to amaze me. Whoa, you seem to amaze me. Ég ákvað að taka eitt gammalt sem ég var að uppgöta sem ég var búinn að gleyma. Það var The World Is Yours með Nas and Q-Tip remixið. Það smooth sko. The Don P watching Gandhi till I'm charged, writing in my book of rhymes all the words past the margin. Og síðan náttúrulega Muscle and Drake, Baka Not Nice, Live Up To My Name. Ég veist það bara virka, það lag. AKA it's not nice and I live up to my name. Yeah, this the boy, are you insane?